Let's go. Já, komið sæl og velkomin í taktíkina. Við hefjum þáttinn á fótbolta, færum okkur svo yfir í skákina í lok þáttarins. Það er kannski rétt að hefja þáttinn hérna á þér, Aron. Þú ert eiginlega bara nýbúinn að hefja knattspyrnuferilinn. Já, það má segja það. Það er ekki langt síðan það byrjaði allt. En ég hafði nú þá ágætis grunn því ég var yngri og spilaði þá sem útileikmaður en maður er búinn að vera stutt í markinu. Þú ert núna aðalmarkmaður KA í fótbolta, meistaraflokk, spilar í Pepsi-deildinni, byrjar að æfa í febrúar á síðasta ári. Já, það má segja það. Ég keypti mér þarna markmannshanska október 2016 og mætti þá einhverjar 1-2 æfingar og fór síðan bara aftur í handboltann. Síðan var það ekki fyrr en ég hætti í handboltanum alveg en í febrúar 2017 að ég fór bara í fótboltanum fullt og til að hafa eitthvað að gera. Þú verður að segja okkur, hvað gerist þarna? Af hverju ákveður að skipta yfir í fótboltan svona seint? Það var nú bara, ég var nú bara orðinn þreyttur á handboltanum og var lengi í þessu og var ekki búið að ganga neitt mikið og það var bara svona eitthvað sem ég fekk bara á einn æfingunni. Ég langaði bara að hætta þessu. Sagan segir að þú hafi verið á leik úti og verið að horfa á Valdés eiga dálítið slæman leik. Já, það var aðeins öðruvísi en ég var að horfa á hann í uppbytun og ég sagði svona við félagana að hann væri nú ekki nógu góður í uppbytunni. Ég hugsaði með mér sagði við þá ég hugsaði ég geti nú gert betur en hann og þeir sögðu nú, hlógu bara að mér og sagði að það var ekki möguleiki. Ég ákvað einmitt að kaupa mér hanska í þessari ferð og pröfa að mæta einhver vikur eftir og síðan byrja á fullt þarna nokkrum mánuðum seinna. Já, sá hlægir best sem síðast. Þú hlýtur að hlæja svolítið að þeim núna í dag. Já, klárlega. Þeir gera mikið grín að þessu. En þú byrjar að æfa og þarna bara strax, æfa í febrúar, þannig að strax sumarið, þá ertu farin að sitja á bekknum hjá meistaraflokk. Já, ég bara byrja að æfa með B-hóp í öðrum flokki þannig í febrúar og vinn mig síðan inn í A-hópinn, fæ að spila einhverja leiki með A-liðinu þarna en er nú mestmegnis með B-liðinu. Síðan kemur bara því að varamarkmaðurinn hjá meistaraflokk, Aron Dagur, meiðist eitthvað og ég fæ bara að vera með í hópnum sem var geggjað. Fæði þannig einhverja 3 leiki á bekknum og fekk smjörþefinn að þessu þetta sumarið og það var gaman að fá að kynnast í svona fyrir þetta tímabil. Síðan er Aron Dagur mitt sendur á lán og síðan meiðist Martínez og þá ert þú bara komin inn sem aðalmarkmaður þarna sumarið eftir. Já, það var ótrúlegt sko. Maður bjóst ekki við því, ég bjóst við kannski að myndi kannski ná einu leik en maður var bara, maður var sáttur maður myndi ná einu leik og síðan bara þróast þetta svona og maður fekk 2 þarna í byrjun tímabils og síðan meiðist hann aftur og þá er maður komið með 9 leiki núna og getur verið 10 og það er bara magnað. Markmiðið hjá þér svona þegar þú tekur þessu ákvörðun, var hún alltaf að fara í meistaraflokk og spila í Pepsi-deildinni? Nei, það var ekkert. Ég byrjaði nú bara að hafa gaman en síðan er það nú bara oft þannig að þegar ég tek mér eitthvað fyrir hendur þá svona vill oft verða meira en ég ætla og það var bara raunin núna og síðan bara þróist þetta þannig og ég svona segi í gamni mínu að þegar við eitt félagi mig líka maður þurfi ekki meira en svona 3-4 leiki í Pepsi-deildinni sem markmaður þá getur verið valinn í 21 og hann var fyrstur til að senda á mig þegar ég var síðan valinn. Já, talandi það, þú ert komin í hóp þar líka. Já. Og það er nú dálítið magnað með við það að það eru margir markmenn í landinu, margir að æfa og keppast, búin að keppast kannski þetta frá því voru ungir. Já. Svo mætið þú þannig í öðrum flokk og bara mættir í landsliðið. Já, þeir gerðu mikið grín að þessu strákarnir þarna í landsliðinu og spurðu mig og fannst þetta magnað sko. Þeir náttúrulega margir bara atvinnumenn úti og ég þarna bara einhver sveitastrákur nýbærir að æfa. Þetta var dálítið fyndið stemning sko en maður er ekkert langt eftir þessu gæjum en það er bara gaman að vera hluti af þessu. Ég með við stökkið sem þú ert búinn að taka núna. Hvernig var þetta? Þurftur að byrja alveg frá grunni þegar þú fórst á fyrstu æfingu? Já, bara svo Rækó sagði við mig daginn einhvern tíðan og ég var valinn, hann bara, þetta er bara fáránlegt. Ég man eftir mættir hann á fyrstu markmannsæfingunni einhvern tíðan í mars eða eitthvað og ég hugsaði með mig hvað er í gangi í þessum gæja, hvað er hann eiginlega að hugsa? Og alltaf ég var bara hryllilega lélegur sko. Síðan hefur þetta bara þróast þannig að ég er bara búinn að æfa á fullu og búinn að bæta mig eins og æfingarnar skila sér sko. En þú varst nú ekkert bara að byrja að æfa íþróttir þarna þegar þú byrjaði að æfa fótbolta, þú varst að æfa handboltan á undan. Já. Er eitthvað sem þú tekur með þér úr handboltanum yfir í fótboltan? Já, klárlega. Sérstaklega í markið. Það var náttúrulega,
þú með allar handarhefingarnar, þú ætla að grípa boltan og þú ætla að kasta út. Það allt svona og ég held að það hafi hjálpað mér mjög mikið að vera í handboltanum upp á að vera góður að grípa og með góðar hendur og vita hvar það að vera staðsettar sko. Þannig að það klárlega hjálpar sko. Er það kannski lykillinn eitthvað sem hinum markmönnunum skortir? Já, maður kannski fer að byrja með þetta á K.A. að segja bara mönnum að hætta núna og fara í handboltan og byrja síðan aftur í náleiki. Byrja bara í markið þá. En eins og við erum búin að koma inn áður, þú byrjar að æfa þarna í febrúar á síðasta ári, þú ert komin í meistaraflokkinn, Pepsi-deildina, landsliðið. Hvert stefnirðu? A-landsliðið? Já, ég ekki segja það bara. Ég held að ég geti bara gert allt það sem mig langar í þessu og það fer bara eftir hversu vel þú æfir og hversu mikið þú leggur í þetta. Ef þú ert í botni í þessu og tekur þetta almennilega næstu árin þá er ekkert því sem ég seti fyrirstöðu en að fara út í atvinnumennsku og komast í A-landsliðið, það er bara þannig. Hvernig leið þér þannig þegar þú færð að vita það að þú ert að fara að byrja í markinu í Pepsi-deildinni í fyrsta skiptið? Ég var bara nokkuð rólegur sko. Ég hugsaði bara með mér að ég væri búinn að æfa í einhverja 15 mánuði og hefði engu að tapa, þannig að ég hugsaði bara með mér að gera mitt besta og ef það myndi ganga vel þá verði það frábært og ef ekki þá bara næsti leikur og geri bara betur þá. Þú hefur verið svona pollrólegur og svellkallur. Já, ég var ekkert gífurlega stressaður yfir þessu allavega. Já, kannski eina viti að vera ekki stressað sig allt of mikið á þessu. Nei, það er ekki gott að vera of stressaður en gott að hafa smá stress svona til að halda mann á tánum en ekki of mikið. Þegar ég var að taka upp þætti sem heita Lengri leiðin og ég var að tala við mæður leikmanna í landsliðinu og það var einn sem sagði við mig að hún væri svo þakklátt fyrir það að sonurinn væri ekki í marki að hún hélt að henni sé andanum þegar að strákurinn væri með boltann. Hvernig er þetta fyrir foreldræðina að sjá þig þarna í markinu? Já, mamma er þarna, hún er í stúkunni alveg á límingunum sko og hún er hrikalega ánægð með strákinn þarna í markinu og hún er stuðningsmaður númer 1, það er alveg á hreinu og en henni finnst þetta hrikalega erfitt að fylgjast með. Það er náttúrulega engin fyrir aftan þig, vörnin hefur þig til þess að grípa boltana ef hún fer yfir vörnina en það er engin fyrir aftan þig, þú ert aftast maður. Þetta er dálítið öðruvísi að vera markmaður, ef þú gerir mistök þá ertu bara skúrkurinn en þú mást skjóta 20 sinnum framhjá sem framherji og skora einu sinni og sigurmarkið þá ertu kóngurinn sko, þannig að þetta er dálítið öðruvísi og svona má deilu einhvern erfiðasta staðan á vellinum en þetta er dálítið öðruvísi en að vera eins og framherji. Ertu eitthvað farin að skoða flug út í atvinnumennskuna? Nei, ég er ekkert bara að pæla í því. Ég ætla bara fyrst að sanna mig almennilega hérna heima og það ætla ég að gera bara á næstu árum og ég held að það sé best að taka skrefið hérna og spila nokkuð tímabil hér og maður ætla að vera að standa sig hérna og ætla að komast ekki út. Ég er bara á þeim aldri. Þú ert búinn að vera að standa þig vel, þú ert búinn að spila hérna 9 leiki og úrslitin hafa nú bara verið fín í þessu leikjum og umtalið þannig að þú verið að standa þig vel líka. Já, við erum búin að óheppnir að tapa nokkrum leikjum niður á loka mínútunum sem hefur verið gífurlega svekkjandi og oft mjög nálægt því að halda hreinu en frammistaðan búin að vera fín og náttúrulega móti stórum liðum. Þetta er búið að vera móti toppliðunum núna undanfarið og við höfum verið að ná í nokkuð stig og sigur og þannig að við erum svona nokkuð ánægðir með hvernig þetta hefur verið núna. Spennandi tíma framundan, það er nýr þjálfari á leiðinni og verður spennandi að fylgjast með þér hver næstu skref verða og klárlega leikmaður sem maður á að fylgjast með. Já, það verður bara komið í ljós hvernig nýr þjálfari hugsar þetta og hvernig það allt verður og maður veit náttúrulega ekkert hvernig staðan er á því en maður bara gerir sitt besta og maður er allan búinn að sýna það að maður á erindi í þetta og maður vonar bara að maður fái tröst í þetta. Takk fyrir spjallið Aron, tíminn er runninn frá okkur. Aron Elí Gíslason, nafn sem að þið skuli leggja á minnið. Kíkjum í auglýsingar.